Komið sæl, við sjáum hér á gervitunglamyndinni sem tekin upp úr 2 í dag að það sást nú víða til sólar vestan til á landinu. Hins vegar sjáum við hér í lægðadrag sem kemur inn á land og það eru svona skúrir eða él á Suðurlandi og Hellisheiði og þetta svona fikrar sig aðeins vestar þannig að það gæti nú svona dottið niður einhver úrkoma á Reykjanesinu og höfuðborgarsvæðinu. Við virðist vera svolítið skýjað hérna við Breiðafjörð og Vestfirði en annars bara víða bjart en það var svona meira og einnig hérna á Suðurstrandi nokkuð bjart en annars skýjað hér og dálítið él á Norðausturlandi. Við sjáum hér frá veðursjáni í Keflavík að það eru góð úrkomumerki hér þannig að það gæti gert einhverja dembur þannig að það hjálpar nú eitthvað til með þurrkin en gerir það nú kannski frekar skamma tíma vegna þess að það er áframhaldið þurrka svo næstu daga. Sjáum hér yfirlitskortið, heilmikið lægð hér langt suður í hafi sem að stefna á Bretlandseyjar en hjá okkur sama staðan, við erum bara í norðaustlægum áttum, frekar svona rólegum og svona strekkingu kannski hér og þar mesta lagi og sjáum að það hæð á Grænlandi sem nokkuð öflug og svona heldur á móti lægðunum og það svalt áfram og það er lítið breyting en við sjáum að þessi mikla lægð hér og hún dælir hér hlýju lofti yfir í Evrópu. Það búið að vera svolítið svalt þar í Skandinavíu og norðan til í Evrópu. Við sjáum að snar hlýnar næsta sólarhringinn þar. Og sjáum svo, ef við skoðum svo hérna gasmengunina frá eldstöðvunum og þá fyrir morgun, næsta sólarhringinn frá miðnætti til miðnættis á morgun að þá sjáum við hér gula svæði þar sem þetta fer yfirleitt bara suður á bóginn en það gæti nú eitthvað aðeins fikra sig í áttina til Grindavíkur en örleiti ætti nú að vera laust sem mengun. Og þetta er þá staðan undir kvöld, það við sjáum hér skúruna þarna fikra sig svona aðeins hér svolítið óljóst með það hvar þær lenda en síðan létti til og í fyrramálið ætti nú þetta verður gengið yfir þannig að það verður léttskýjað eiginlega meira og minna sunnan og vestan til á landinu áfram þessi staða það er svona norðan gola hér á landinu og yfirleitt eða hægviðri sums staðar og stöku él þá á norðausturhorninu og hitinn það verður næturfrost næstu daga einnig kalt loft, það breytist ekki en svona yfir daginn þegar sólin að hita upp að þá fer hitinn líklegast í svona 8-9 gráður það sem best lætur og svona yfirleitt hlýjast hér sunnan og suðvestan til á landinu en svona við sjáum að hitinn fer nú ekki mikið yfir frostmarki hér á norðausturhorninu skríður eitthvað rétt yfir kannski yfir hádaginn og þannig að keimlíkt veður og hérna fyrir við hratt yfir sögu þetta er reyndar endurtekið efni en fram á sunnudag að þá sjáum við hér litla breytingar og verður kannski heldur stífari vindur, strekkingsvindur sums staðar hérna við suðausturströndina og hugsanlega norðvestan til en annars svipustaða skýjað hér og stöku él en bjart annars staðar og svipaður hiti og síðan ef við komum fram á mánudag þá frekar dregur úr vindi veikveður og úrkomuð þó hún sé nú ekki mikil fyrir hérna á norðausturhorninu verður nú eiginlega bara þurft að kalla þannig að það er svona freistandi að slá saman mánudag og þriðjudag getur sagt skýjað hér og þurft að kalla á norðaustur hluta landsins en annars áfram bjart og fallegt veður sunnan og vestan til landinu og svalt í veðri þannig að það eru litla breytingar en ef við skoðum aðeins lengra ef við getum fyrst skoðað hér uppsafna úrkomu næstu 6 daga frá miðnætti í nótt og 6 daga fram í tíman og sjá að það er afgerandi þurrt og fellivalla hér vestan til landinu og einnig stórsvæði hér á Suðausturlandi sem verður lítil úrkoma það er kannski aðalega þá hérna allra syðst það sem geta dottið einhverjir skúrir en úrkoman er meira og minna bundin þá við norðaustur hluta landsins en þetta er Evrópa, já. Við sjáum hér skúri víða hér í Skandinavíu. Það verður hellingsrigning á Bretlandseyjum en annars er nú svona víða ágætis veður á meginlandinu og fer hlýnandi og látum þetta gott heita. Verið sæl.